Þessi málstofa okkar ber þetta virðulega heiti, áhrif COVID-19 faraldursins á grunnskóla og tómstundastarf í landinu á liðnu vori. Og hún í 2 hlutum, fyrri hlutin núna og eftir mínu erindi þá fjalla Ylfa Sigurðardóttir og Hermína Gunnþórsdóttir grunnskólakennslu á tímum fjöldatakmarkana og þær eru frá Háskólanum á Akureyri. Og síðan Kolbrún Pálsdóttir og Steingerður Kristjánsdóttir samvinnu og sveigjanleika á frístundaheimilum. Þannig við ætlum að nálgast bæði skólastarfið og frístundastarfið í þessari fyrri hluta málstofunnar. Í seinni hlutanum þá fjalla Rut Jörgensdóttir og Anna Sverrisdóttir reynslu og upplifun þroskaþjálfa og Ásall Arnarsson síðan áhrif COVID-faraldursins á frístundastarf barna og unglinga og loks hópur héðan, Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson, Salva Gissuradóttir, Skúlína Kjartansdóttir, Svava Pétursdóttir og Greta Björk Guðmundsdóttir frá Háskólanum í Osló nýtingu stafrænnar tækni og netkennslu á þessum merkilegu tímum. En af því að við erum svona í beinni þá ætla ég að biðja ykkur að viðhafa svona nokkrar varúðar ráðstafanir, hafa slökkt á míkrafónum á meðan að erindin eru flutt og síðan að loknu hverju erindi verða umræður og þá bið ég ykkur að gera vart við ykkur með því að rétta upp hönd eins og hægt í Zoom eða skrifa ykkar spurningar og pælingar inn á spjallrásina og þá reynum við að biðja fyrirlesara að bregðast við því. Nú það rúmt okkur í þessari málstofu, við verðum með 1,5 tíma fyrir fyrri hlutan og eins með seinni hlutan þannig að við reiknum með svona hálftíma fyrir hvert erindi og umræður sem því tilheyra. Já, þá held ég okkur sé ekkert að vanbúnaði að hefja erindin. Nú fæ ég ekki glærurnar mína til að bregðast neitt sérstaklega vel við. Þá ætla ég að kynna sjálfa mig þegar ég flyt fyrsta erindið og það fjallar tengsl heimilanna og skólana sem að trosnuðu merkilega lítið í þessari fyrstu bylgju COVID. Ég heiti Kristín Jónsdóttir og kennslukona og dósent á menntavísindasviði. Og það sem ég ætla að fjalla sem sagt aðeins gögnin sem að ég að vinna með og þá ég sérstaklega að skoða svör kennara og skólastjórnenda og svo almennt skólastarfi og gæði kennslu og svo tengsl heimil og skóla. Það verður svona meginefnið í mínu erindi. Þátttöku foreldra í námi barna sinna, áhyggjur eins og þau koma stjórnendum og kennurum fyrir sjónir, athygli og stuðning sem að heimilin nutu og kennarar og skólastjórnendur ekki síður og svo þær tækifæri og áskoranir sem ég sé helstar í stöðunni. En svörin sem að ég að vinna úr í þessu erindi byggja á grunnskólakönnun sem að senda út á vegum Menntavísindastofnunar okkar hér á menntavísindasviði á tímabilinu þarna undir lok apríl, 27. apríl til 26. maí. Og okkur telst til að það séu 170 virkir grunnskólar í landinu á liðnu vori og könnunin fór til 157 skóla. Nú við fengum mjög góða svörun frá 151 skóla, en hún var svolítið misjöfn á milli. Kristín? Já. Ertu með glærur eða hver staðan? Já, sjást það ekki? Ég sé ekki nei. Ok, þú verður að fara úr gallery view í speaker view. Já. Ég hérna. Sjáu þið hin glærurnar? Já, mjög vel. Ok, bara keyrið áfram, þá finn ég þær. Ég skil þetta ekki. Nei, ég vona að þú finnir þær. Með allt saman. Já. Er ég svo eini sem finnir þetta ekki?
Ég sé þær. Þá töldu þeir, sjáiði til, í miklu meiri hluta til að kennslan hefði verið mjög góð. Við horfum á þessa mynd, þá eru það bláu súlurnar sem eru svör stjórnenda og rauðu eru svör kennara. Og þá sjáum við að þarna hátt í 90% stjórnenda segja að kennslan hafi verið góð. Auðvitað eru þeir að taka mið af aðstæðum. Ég gerir ráð fyrir því, en við sjáum líka að kennarar eru ekki alveg eins ánægðir. Það má segja 80% þeirra segja að kennslan hafi verið yfirleitt í góðu lagi eða mjög góð. Nú, þá er það mæting nemenda sem að margir hafa velt fyrir sér í þessu sambandi og hún var greinilega misgóð. Og svona þegar stjórnendur voru spurðir yfir höfuð mætinguna á yngsta stigi, miðstigi og unglingastigi, þá vekur athygli að það gerist eitthvað á unglingastiginu. Þar minnkar mætingin að mati stjórnenda en undir 40% mæting náttúrulega slök mæting og stjórnendur telja 14% stjórnendur telja að þannig hafi hún verið á unglingastiginu. Og það sem er þó ekki minna áhyggjuefni er að viðkvæmir hópar mættu verr en hinir. Og það er mat 40% stjórnenda að börn af erlendum uppruna hafi mætt verr en jafnaldrar þeirra og samnemendur og börn með veikt bakland alltaf upp undir helmingur þeirra hafi mætt illa í skólan. Og þetta sýnir okkur að það þarf sérstaklega að huga að viðkvæmum nemendum núna þegar önnur eða þriðja COVID-bylgjan gengur yfir því að þetta er ótvírætt að þarna þurfa skólarnir að taka frumkvæði svo að þessi börn detti ekki út úr skólakerfinu í heilu lagi eða bíði skaða af þessu ástandi sem að upp er komið og var töluvert þungt greinilega á liðnu vori. Ef við lítum á þetta hérna þá er hér sama myndin þar sem að ég er að bera saman það sem að kennarar og stjórnendur sögðu kennsluna, það eru sömu bláu og rauðu súlurnar, bera það sama við mat þeirra á þátttöku foreldra í námi barna sinna. Það eru grænu súlurnar, sjáið þið til. Og það vekur athygli mína, ef þið horfið bara á fremsta dálkinn, að stjórnendur og kennarar meta kennsluna í heild mjög góða, þar að segja framlag fagfólksins, en einungis 13% stjórnenda og 9% kennara telja þátttöku foreldra í námi barna sína í heild hafa verið mjög góða. Þarna munar töluvert. Og ef við horfum síðan á næsta súluklasa, kennslan yfirleitt í góðu lagi, þá lyftast foreldrasúlurnar, grænu súlurnar, dökkgrænu mat stjórnenda á þátttöku foreldra og ljósgrænu mat kennara. En ef við horfum á þessa mynd samanlagt, þá skoði ljósgrænu súlurnar, þá er þetta 9 + 41%, þetta er ekki nema helmingur kennara sem telur að þátttaka foreldra hafi verið í góðu lagi eða mjög góð. Og það er spurning hvort að okkur þykir þetta hæfilegt eða myndum við vilja sjá bjartari tölur. Og það sem að ég vil minna á í þessu samhengi að foreldrar grunnskólabarna eru náttúrulega ekki einsleitur hópur frekar en börnin sjálf og breytingarnar á starfsemi skóla þær komu greinilega við fjölskyldur á mjög mismunandi hátt. Það mátti sjá til dæmis á samfélagsmiðlum á liðnu vori sumar fjölskyldur lýsa heimakennslu sem einhverju svona mjög ánægjulegu. Á meðan að við vitum líka og fréttum af börnum sem að upplifu mikla depurð og fundu hvergi næði til að læra heima. Þannig að mér finnst við geta dregið þann lærdóm af þessu að foreldrar þurfi kannski fleiri eða öðruvísi tækifæri til þátttöku í námi barna sinna. Því að forsendur þessara hópa eru mjög mismunandi. Og þetta sjáum við líka þegar við skoðum hvað kennarar skrifuðu
í opnum spurningum. Þetta var eina opna spurningin sem ég var með tengslin við heimilin og spurði sem sagt mjög opið bara, viltu nefna eitthvað sérstakt varðandi tengslin við heimilin og nám nemenda heima við? Og það bárust 250 svör, þannig að það var greinilegt að kennarar höfðu mikla skoðanir á því. Og til dæmis þessi 2 svör þarna, foreldrar voru stundum ágengir, segir einn, vildi fá svör strax og annar kennari nefnir að fólk hafi verið jákvæðar og kurteisari í viðmóti við kennara. Þessi svör eru algeng og snúa svona alveg sitt á hvað. Þannig að upplifun kennara af þessum samskiptum við foreldra voru greinilega mjög misjöfn. Og eins þarna sjáu þið að einn kennari nefnir þarna að COVID-ið og ástandið telji viðkomandi að hafa vissinhátt veitt foreldra meiri innsýn í nám barnanna og gert þau að meiri þáttakendum, meðan að annar kennari nefnir að virkir foreldra hjálpi börnunum á mikið og læri jafnvel fyrir þau. Og svo sjáum við eins og kemur þarna fram í síðustu tilvitnuninni að í mörgum athugasemdum kemur fram frá kennurum að þeir hafa áhyggjur af mismunandi stöðu nemenda, að heimilin séu mjög misvel í stakk búin og foreldrar til þess að styðja við börnin og nefna að á sumum heimili voru margir sem áttu að vinna heima, bæði foreldrar og börn og þá getur skapast erfitt ástand. Það alls ekki alls staðar sem að menn hafa eitt tæki á manni eða svo. Nú síðan spurðum við bæði kennara segi og stjórnendur hvaða væri nú sem að þeir teldu að foreldrar hefðu áhyggjur af. Og í framhaldinu stefnan að ná að spyrja foreldra sjálfa að þessu. En ef við horfum á þetta, þá eru rauðu súlurnar snúa að námsárangri, þær dekkri stjórnenda og þær ljósari kennarasvörin, meðan að grænu súlurnar snúa að áhyggjum foreldra að líðan. Dökkgrænu eru stjórnendaskoðanirnar og ljósu eru kennarasvörin. Og þá sjáið þið hérna á skjánum að bæði kennarar og stjórnendur eru sammála að foreldrar hafi nokkrar áhyggjur af námsárangri en þó töluvert meiri af líðan nemenda. Þetta kemur okkur ekki á óvart. Nú gerðist eitthvað hérna. Hætti ég að deila skjánum. Já, það fór. Ekki hef ég nú hugmyndum. Það nokkuð ljóst að áhyggjur eru meiri í heildina litið af líðan barna en námsárangri. Og það kemur alveg heim og saman við það sem við sjáum úr öðrum rannsóknum, svo ég nefni starfsháttarannsóknina sem margir þekkja sem gerð var hér mjög viðamikil 2014. Þar sem að akkurat kom fram að fólki taldi mikilvægara bæði fagfólkið í skólunum og foreldrar að efla sjálfstraust nemenda en námsárangur og unglingar settu vellíðan í fyrsta sæti og námsárangur í annað sæti. Þannig að það má segja að það sé alveg samstaða þetta í samfélaginu að líðan barna og unglinga skipti okkur meira máli heldur en námsárangurinn. Og síðan ætla ég að sýna ykkur hérna hversu auðvelt eða erfitt var samstarfið foreldra og þá sjáið þið að stjórnendur og kennarar eru sammála að samstarfið hafi verið tiltölulega auðvelt en það einhvern veginn svolítið þungi í því samt að 28% kennaranna segja að samstarfið hafi verið erfitt eða hvorki auðvelt né erfitt ef við horfum hérna svona hægra megin á myndina. Og við sjáum líka að fagfólkið lagði mikið á sig. Hátt í helmingur segir foreldrar hafa leitað eftir stuðningu og ráðgjöf
Og það sama má segja athygli og stuðning. 55% stjórnenda segist hafa fengið athygli og stuðning frá foreldrum og 40% kennara. Það hallar einhvern veginn aðeins á kennara því verður ekki neitað. Og það má svona túlka þessa mynd og þessa niðurstöður í heild sinni þannig samt að tengslin milli grunnskólan og heimilana hafi verið frekar sterk á þessu tímabili og það hafi tekið verulegan tíma hjá stjórnendum og kennurum að rækta þau. Og það eiginlega svona mest spennandi finnst mér að mörgu leyti að sýna ykkur það. Þarna sem sagt spurningin tíma. Hversu mikinn tíma tók það að veita upplýsingar og vera í samstarfi við foreldra samanborið við venjulega. Og þarna erum við að horfa á svör kennara. Það eru bláu súlurnar og þá sjáum við að hátt í 60% kennara segja að þessi upplýsingagjöf og tengslin við heimilin hafi tekið nokkuð meiri tíma eða mun meiri tíma en venjulega. Og einnig segja þeir, kennararnir sjálfir, að kennslan og undirbúningur hennar hafi tekið meiri tíma en venjulega. Þannig að við skoðum þessa mynd og nú vona ég bara að viðsemjendur svo kallaðir sé að hlusta, einhverjir frá kennarasambandinu og sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þetta mat kennara á vinnuframlagi sínu, það finnst mér vera mjög skýrt. Og ef við leggjum það við þær niðurstöður sem ég hef kynnt hér á undan, sem lýsa álagi og svona stundum erfiðum samskiptum, þá finnst mér mjög ljóst að það þarf að meta það við kennara að þeir eru framlínu fólk. Þeir voru það á liðnu vori og þeir eru það núna. En þetta svona verði ég að segja fyrir mína part voru virkilega sláandi niðurstöður. Sá mikli tími sem að kennarar lögðu í það að halda uppi kennslu, undirbúana, breyta kennsluháttum, annars vegar og hins vegar að vinna í góðum tengslum við foreldra að hag nemanda. Og þá ég nú alveg að komast á tíma. Þetta mat kennara og stjórnenda á því hvort að COVID muni hafa áhrif á kennsluhætti til frambúðar og þarna sjáum við að fjórði hver stjórnandi telur svo vera bara öruggt mál að þessi reynsla muni hafa verulega áhrif. Fimmti hver kennari sama sinnis og þá erum við virkilega farin að tala stórstígar breytingar í kennslu á mjög stuttum tíma. Og svo sjáum við að það eru stórir hópar til viðbótar sem segja já, sennilega mun þessi COVID-reynsla okkar hafa áhrif til frambúðar. Og svona aðeins gríni en samt í alvöru, þá smelti ég inn þessari spurningu. Ég hef haft gaman, eða þessari fullyrðingu, ég hef haft gaman af að glíma við þær áskoranir sem COVID-faraldurinn hefur fært mér og þá sjáum við aflið í þessum hópi þegar 23% stjórnenda og segist vera mjög sammála því að hafa haft gaman af þessari glímu. 51% segist nokkuð sammála og svo ef við horfum til kennarahópsins þá stefnir það algjörlega í sömu átt. 66% kennari eru sammála því að þeir hafi haft gaman af glímunni og ég verð að segja að mér finnst þetta akkurat til marks mikla fagmennsku og metnaði í þessari stétt og hún hlífir sér hvergi. Svo ég dragi nú bara saman þessar niðurstöður, þá má segja að aðstæður voru að mati kennara og stjórnenda erfiðastar í þessum viðkvæmu nemendahópum, við sjáum það svart á hvítu. Það mikil áhersla lögð á að halda uppi kennslu og góðri kennslu og leggja þann tíma í sem þarf. Mér finnst mikla vísbendingar að kennarar hafa upplifað meira álag en stjórnendur á þessum tíma en að tengsl skóla og heimila hafi virkilega styrkst frekar en veikst. Og svo bara endurtek ég þær ábendingar mínar sem að ég nefndi hér á undan, sem að ég tel að feli í sér að það eru mörg góð tækifæri í þessum aðstæðum sem að við upplifum á liðnu vori. Nú þakka ég bara fyrir þetta, fyrir hlustunina og stoppa deilingu á þessum glærum.